Ég fekk að prófa einn æðislegan helgina, en það fyrsti hybridbílinn frá Audi sem gengur bæði fyrir rafmagni og bensíni. Þennan hægt að hlaða hvar sem með venjulegri rafmagnsnúru, en við iðnaðartengi eins og fyrir utan verslunarmiðstöðvar, þá rétt rúma 2 klukkutíma að fylla rafhlöðuna sem endi sirka 50 km sé einungis ekið á rafmagni. Ég hafði smá áhyggjur á skottinu sem 100 lítrum minna en í venjulegum A3, því rafhlaðan þarf jú sitt pláss. En það kemur ekki að sök, því enn greinilega nægt pláss fyrir alla innkaupapókana og meira til. Ég verð að viðurkenna að ég mikil Audi-kona og hef átt þá nokkra í gegnum tíðina. Bíllinn hefur vægast sagt þróast hratt og þá á ég ekki bara við rafmagnið, heldur hönnunina í öllum smáatriðum. Innréttingarnar í Audi eru engu líkar, en margir bílasérfræðingar eru sammála að fáir toppi Audi þegar kemur að hönnun glæsilegra bílainnréttinga. Þær eru stílhreinar og einfaldar, takkar og skjáir með viðmóti sem einfalt og auðskilið. Ein sérstæða Audi að mínu mati eru sætin sem hreinlega taka utanum hann. Þau veita manni einstök þægindi við aksturinn og mikla öryggistilfinningu. Rafmagnið á að duga mér miklu meira en í daglegt innanbæjarstús eða 50 km á fullri hleðslu. Á fullum tanki af bensíni og rafmagni kæmi bíllinn mér 940 km. En þetta ekki bara sparibaukur á hjólum. Audi e-tron líka alvöru sportbíll með 204 hestöfl sem kom honum á 100 km hraða á 7,6 sekúndum. Það aðeins of gaman að rúnta á þessum bíl, ekki síst á rafmagninu því þá rennur hann mjúklega hljóðlaust áfram og manni langar hvergi annars staðar að sitja og líða borgina eða upp í sveit. Útlitslega hann líkur A3 bílnum sem ég átti fyrir mörgum árum, en línurnar eru orðnar skarpari og fíngerðari í öllum smáatriðum, en útlitið klassískt og hefur kannski ekki tekið neinum stökkbreytingum. Á erlendum síðum bíllinn borinn saman við aðra sambærilega blendingsbíla, til dæmis nýja Golfinn sem gengur bæði fyrir rafmagni og bensíni. Audi klassa fyrir ofan og með vönduðustu bílum sem framleiddir eru. Ég myndi velja mér Audi A3 e-tron sem alveg frábær bíll, en líka því að ég hef áralanga reynslu af Audi bifreiðum, sem allar hafa reynst mér mjög vel.